Samstaðan og viljinn til þess að rétta náunganum hjálpar hönd einkenndu viðbrögð samfélagsins þegar fjallið öskraði á Seyðisfirði og stórar aurskriður féllu á bæinn í desember 2020. Þar á meðal stærsta skriða sem fallið hefur á byggð á Íslandi. Mikil mildi þykir að ekkert manntjón varð í skriðunum sem þó skildu eftir sig sár á bæði landslaginu og samfélaginu. Á ögurstundum sem þessum sannast hlutverk og mikilvægi björgunarsveita sem aldrei fyrr. Davíð Kristinsson varaformaður í björgunarsveitinni Ísólfi á Seyðisfirði. Hann fylgdist með þegar fyrsta aurskriðan féll á heimili hans og fjölskyldunar og síðan þegar hver skriðan á fætur annarri féllu á bæinn og tóku með sér fleiri hús og heimili. Davíð hafði þó ekki tíma til að syrgja eigin missi. Skyldan kallaði og hann rauk af stað til að hjálpa samfélagi í neyð. Björgunarsveitirnar eru ótrúlega sterkt afl á Íslandi og bara á heimsmælikvarða held ég. Og þarna sannast hvað við erum hvort öðru mikilvæg. Eins og fyrir okkur hér á Seyðisfjarðarsvæðinu að þarna gerast atburðir sem við þurfum að takast á við. En það sem mér finnst merkilegast eftir á, það er raunverulega aflið sem kemur með björgunarsveitinni. Það er allir svo auður sem við eigum aðgang að, allir svo velvild og góðvild og það afl og jákvæðni sem fylgir allir sem komur til aðstoð okkur. Það var okkur ómetanlegt að fá aðra sveitir inn á svæðið til þess að veita okkur orku. Við lendum náttúrulega í sjokki hérna horfum við á fjallið öskra á okkur og það kemur og ræðist á okkur. Þannig að við erum í einhvers konar baráttu, svo fáum við bara afl frá öðrum sem jákvæðni og orka. Og það reyndist okkur ótrúlega dýrmætt og það að eiga aðgang að þessu afli ómetanlegt. Upplifunin af þessu öllu og lýsir því fyrir okkur sem vorum ekki hérna og sáum þetta ekki, það er kannski erfitt að koma þessu í orð en ef þú reynir, hvernig var upplifunin? Ég held að maður komið svo aldrei í orð, en já, fjallið bara öskraði og svo bara ræðist á okkur og þetta er langur aðdragandi af þessu. Búið að vera mikið rigning langan tíma og búin að falla skriður sem okkur þótti mjög stóra þá, fjalluð hann á þriðjudeginum. Og við heldum að við erum að takast á við mjög stór náttúruöfl þá og vinnum við því og fáum svona einhvers konar stjórn á því að mann líður. En svo á föstudeginu þá áttar mig á því að náttúran bara ennþá stærri en maður hélt kannski. Og ólýsanlegt afl og hljómar kannski einkennilega, maður kannski það er það langt síðan þetta gerist en það er ofboðslega stór heiður eða upplifilsi að hafa fengið að upplifa og sjá náttúruna í sinni óendanlegu sterku mynd og hvað hún getur og hvað við ráðum illa við það þegar hún fer af stað. Eina sem við getum það er bara fyrirbyggjandi og þetta sýnir kannski hvað fyrirbyggjandi aðgerðir eru mikilvægar og varnargarðar og mónitorinn á hlíðum og fjallshlíðum, bæði hvað var það aurskriður og snjóflóð og það er það sem ég held að fólk hafa átt að sjá og þurfa að taka betur á hérna og mér líður að það sé verið að gera. Það er gríðarlegur fókus á þessar hlíðar, mikla mælingar og pælingar og það er ofboðslega jákvætt að sjá það að það sé búið að stíga þau skref. Þannig að við ráðum ekki við náttúruna en við getum svo sannarlega verið viðbúin að ef hún fer að byrjar að raskja sig, að hún þurfi ekki að öskra á okkur aftur og valda þessu tjóni, að við séum vakandi fyrir því. Þannig að við lærðum á þessu, en upplifilsið, ég held að sé ekki þetta að lýsa því orðum. Nú fellur skrið á þitt eigið hús. Þú ert í björgunarsveitinni, það falla fleiri skriður. Þú fer ekki bara að hugsa þitt eigið, þú þarft að hugsa allt samfélagið og allt fólki hérna líka. Hvernig er þetta? Það er miklu auðveldara að hugsa aðra. Það er hundlegalt að vera fókusur á sitt eigið hús. Það tekur bara á maður leiður og reiður og þannig að ég sleppti því eins mikið og ég gat og þar á ég góða félaga sem tóku þá bara þann bolta svolítið fyrir mig og pössuð upp á kofan minn. Þetta er skrítið að vera húslaus og einhvern veginn standa svolítið á byrjunarreit aftur eða jafnvel aftar en byrjunarreit. En þar er samfélagið sterkt og mun hjálpa okkur í gegnum það eins og allt annað og þetta er ótrúlega jákvætt samfélag þannig að ég kvíði því ekkert. Þetta er bara verkefni sem þarf að leysa og ekki skemmtilegt verkefni en það er samt að leysa það. Davíð segir hjálpina hafa komið úr ýmsum áttum frá fólki alls staðar af á landinu, fyrirtækjum og stofnunum. Hann hafi því ekki átt í vandræðum með að finna sér og fjölskyldunni samastað því tilboðin gistingu komu úr mörgum áttum. Og gott dæmi að mér vantaði undirföt á aðfangadegi. Það var svona einu frídagurinn sem ég tók mér og þá er þetta á Neskóstað
fékk gistingu þar og ætlaði aðeins að kúpla mig út og þá hringi ég í mann sem að ég kannast lauslega við og hann kemur bara að opna búðuna fyrir mig og sjálfsögðu. Ég fékk undirfót og nýtt höfuðljós og þessu var redda bara með bros að vera og sjálfsögðu og reynda veit ekki ennþá hvort ég búin að fá reikningi fyrir því. Ég ætti nú kannski að fara að athuga það, svona þegar ég pæli í því. En það er allir tilbúnir og það skilja allir að það er vá, það er neyð og þá stígum við inn. Það er náungakærleikurinn, en það þekkjum við öll hvort annað einhvern veginn þannig að við stöndum saman. Það er vá, það er neyð, við erum samt mannleg, við þurfum að sofa og við þurfum okkar frí líka en hvernig er það að þurfa að stimpla sig út eða þurfa að taka frí? Það hlýtur líka að vera erfitt. Það var eiginlega kannski það flóknast í þessu og ég var rekinn í frí. Sem er reynda mjög góð ákvörðun svona eftir á það, ég hef ekki verið sáttur við hana þá en það var kannski það best og þannig kemur aftur samheldin í okkar hóp þá er einhver annar sem að sér hvað ég þarf að halda vegna sem maður verður svolítið einbeittur og telur sig jafnvel mikið verður en maður er vegna þetta er hópur, þetta er heild og þarna var bara góðu vinur minn sem að sækja mig og segir bara jæja Davíð, nú ert þú farin frí og við sjáumst bara aftur 25. Og það var það var æðislegt og það var á Þorláksmessu var Bubbi búinn að bjóða okkur á tónleika og mér var nú búinn að hlakka mikið til að horfa á þá en ég sofnaði yfir öðru lagi þannig að ég misti nú að tónleikunum en það sýnir bara hvað maður var þreyttur að mér var búinn að hlakka mikið til að hlusta á hann spila en það var ekki nálægt í að ég hefði getað haldið mig vakandi sko. Þó svo ég var komið með popp og kók og tilbúin í það þá náðist það aldrei. En nú er þetta líka atburður sem er einstakur. Þið þurfið að takast á við eitthvað sem eru engin fordæmi fyrir. Hvernig undirbýr maður sig undir þetta og voruð þið undirbúnir? Ég held að enginn sé undirbúin undir þetta en þarna kemur samt styrkurinn hjá Landsbjörgu og þessum embættum og almannavörnum og lögreglunni og slökkviliðinu og þetta er samheldinn hópur. Auðvitað eru fordæmi til fyrir öllu í heiminum og það er bara leitað í þá kunnáttu sem er og við höfum náttúrulega upplifað snjóflóð mjög oft á Íslandi og þetta er einhverju leyti svipað þannig að það er hægt að undirbúningurinn felst í að vera tilbúin að vera með samskiptaleiðir í lagi og vera með mannskap sem getur unnið saman og leyst þau verkefni þó þurfum að setjast niður og finna upp kannski eitt og eitt hjóli í þessu en þá þurfum við ekki að finna upp alla maskínuna, hún er til og hún er virkuð þannig að nokkuð vantaði kannski einhver tannhjól til að snúa henni aðeins meira til hægri, aðeins meira til vinstri og það var leyst og þannig að þetta er bara svo sterkt batteri sem að Landsbjörg er og samstarfi við viðbragðsaðila er ómetanlegt í því. En þegar maður horfir fram á veginn og öryggið, ég meina þegar þið tæklið þetta þennan hátt sem þið hafið gert núna, þið hljótið að ykkur lítur að líða eins og þið getið tæklað hvað sem er. Já, allavega, við getum allavega unnið saman að því og við munum finna út í því. Hvort við gerum það jafn vel og hér og hvort við verðum jafn heppin og við verðum núna. Það er eitthvað annað yfir sem að hjálpa okkur að það fórst enginn í þessu. Og það er kannski það ótrúlegast í þessu öllu. Þannig að húsin getum við byggt aftur og munum byggja aftur og vera stolt af því að hafa byggt það aftur. En þarna er enga mannesku sem meiðast eða slasast eða látast og það er kannski ótrúlega í þessu. Þannig að við erum tilbúin næsta verkefni. Alveg saman hvort þessi fastu bíll upp á Fjarðarheiðinni áður en fáum göngin eða næsta flóð eða bara að selja neyðarkallinn, þá erum við tilbúin í þetta allt saman sko.